Sigurður Þorsteinsson, veitingamaður á Garðskaga, segir söguna og orkuna frá svæðinu hafa sérstakt aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Sigurður rekur litla kaffihúsið á Garðskaga sem hefur fallið vel í kramið hjá fólki. Hverjir eru helst svona að koma að heimsækja ykkur hérna og hvað er fólki kannski að sækja í hérna út á Garðskaga? Sko, fólk veit ekki alveg kannski hvað það er að sækja. Það eru samt sem áður, það er að fréttast hérna af kaffihúsinu og það eru fólk að koma bænum og slíta því líka, en svo eru túristar að koma hérna og þá er kannski fólk að stoppa hérna áður en fer erlendis og þá kemur það hérna og það kemur svo óvart hvað þetta er fallegt hérna og svo framvegis og þá stoppa það hérna og þá reynum við svona að segja þeim einhverja sögur hérna af svæðinu og svo framvegis og líka dreifa þeim áfram Reykjanes því að það skiptir máli og það er alveg bara rosalega flott hvernig það er tekið. Eftir að fólk er kannski búin að setjast hérna niður og fá sér kaffisopa og horfa hérna yfir ströndina og hafið, hvað hefur það orðið við því svona, hver er þeirra upplifun kannski hérna af svæðinu? Sko, það er kannski orkan sem það er, en svo þegar það fær að heyra hérna, sko, að straumurinn fer hérna inn hérna, hvernig sko, sjórinn fer hérna og hvernig straumurinn fer hérna, af hverju þetta var svona vinsælt hér áður út af fiskveiðum og slíkt, að þá fer fólk að skilja söguna og ef það fær að heyra söguna, það elskar fólk alveg. Hvernig sérðu fyrir þér svona, já, kaffihúsið, þeir eru með lítið kaffihús þarna inni, þetta er örugglega eitt af minni kaffihúsunum hérna bara á landinu, er þetta ekki svolítið svona sérstakt og kannski fólk sækir í þessa sérstöðu, svo við megum nú segja? Nákvæmlega. Svo þegar við förum að gera hérna vöfflurnar hérna og sjávarréttasúpu hérna með, en fólk er líka sko, við erum að reyna ekki að kynna bara þetta svæði, við erum að reyna að kynna allt svæðið, Sandgerði, Keflavík, við þurfum að kynna allt svæðið og það skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að ef við þurfum að vinna saman hérna á þessu svæði þá erum við að ná allir árangri og það er það sem skiptir máli. Og ég held að það sé kannski fyrst og fremst það að við reynum að hugsa hvernig getum við látið þetta fólk vera hérna 3, 4, 5 tíma. Ef við gerum það, þá er þetta ekkert vandamál. Þá mun það, sko, við erum líka að fá erlendis frá ferðaskrifstofu sem er að biðja okkur að hvað getum við skipulagt hérðan, fara Suðurstrandaveginn, það er eitthvað sem við eigum að fara að skoða, en við þurfum líka að skoða þetta út frá því hvernig getum við þjónað þeim þegar þau eru hérna. Að þessu hafi nóg að gera, séu ánægðir, þá koma þau tilbaka og þetta dreifist. Aðstæðan til dæmis út á Reykjanesi, hún er kannski ekki upp á marga fiska varðandi salerni og annað. Yrðum við í stakk búin til þess að taka á móti, segjum að það myndi fjölga hérna á næstu 2-3 árum umtalsvert? Þeir mun fjölga umtalsvert. Og við erum til þess að stórauka salernisaðstöðu hér. Við erum ekki ánægðir, við viljum gera betur og við ætlum að gera betur. En það er verið út á Reykjanesi líka verið að gera, Grindvíkingarnir að gera frábæra hluti, alveg frábæra hluti. En ég held að þetta svæði, Sandgerði, Keflavík og Garðurinn, þetta er það sem við þurfum að standa betur saman, við þurfum að vinna betur saman og við þurfum að finna hvernig getum við uppfyllt þarfir þessa fólks þannig að við erum ánægt hérna, eða ánægt hérna, þá kemur þetta aftur og það dreifist.